FM 95 Blö í dag klukkan 4 til 6. Auðun Blöndal og Sveppi saman í útvarpinu þínu. Vantaði lán? Það alltaf opið hjá okkur. Kredía.is Opið að FM 95 Blö og hann mættur hérna í stúdíu hann Sverrir Þór Sverrisson eða Sveppi Krull. Já, það Ruby Tuesday hjá okkur strákunum í dag. Við byrjum að sjálfsögðu á Rolling Stones, ekkert annað á FM 957 maður. Herðu, þú ert með talandan, ég ánægður með þetta. Herðu, þetta í fyrsta sinn sem við stjórnum saman útvarpsþætti, Sverrir. Við höfum verið lengi saman í sjónvarpi. Já. En það komin tími á að taka útvarpið í gegn. Já, og ég búinn að hugsa, nú dálítið síðan að við hættum í sjónvarpinu. Já. Og það svo skrítið, maður búinn að vera í sjónvarpi í mörg ár og við náum alltaf að svala fíkninni með að segja allt sem okkur langar og svona. Já. Og vera svona erfiður tími, sko, frá því að við hættum í sjónvarpi og þangað til núna. Já. Það var maður alltaf að hugsa, sko, djöfull væri gaman að tala þetta í sjónvarpinu, ef maður lendir í einhver og svona. Já, líka þegar einhver að drulla á sig í þjóðfélaginu. Já, einmitt og svona, og það núna, sko, eina sem mér langar að nefna til dæmis. Ég búinn að hugsa, sko, djöfull væri til að, ef ég kemist í útvarp, þá ætla ég að ræða þetta. Og það að koma því á framfæri að mjólkursamsalan, hún verður að hætta með nýju G-mjólkina þar sem út með álpapírinn til að opna. Já. Það hellist alltaf út allt einhvern veginn. Já. Hefur tekið eftir þessu? Þetta örugglega eitthvað sem að hlustendur okkar að spá mikið í. Nei, alveg, ég hef lent á svona kaffistöðum og svona og maður alltaf heyrði áttu G-mjólk, já það G-mjólk hérna. Það maður rífa flippan og þeir þurfa að finna einhverja patentlaust á G-mjólkinni sinni heldur þetta nýja drasl sem þeir voru að gera. Ég meina ef að mjólkursamsalan að hlusta þá mega líka taka þessar auglýsingar hérna úr spilun sem alltaf í bíó. Nei, það gammalt. Núna það allir að koma eitthvað svona nýjar hugmyndir af mjólkur auglýsingu. Já, síðast þegar ég fór í bíó þá voru það hinn og þessar Enda þriggja barna faðir, það er það. Kona ólétt, til hamingju með það. Já, takk fyrir það maður. Hvenær á hún eiga? Hún á eiga á þeim yndislega degi 30. desember. Já, ok, jólabarn. Já, þetta áramótabarn, við ætlum að skjóta því upp. Já, það verður skotið upp barni á gamla skot og það verður Sveppi fucking Krull sem gerir það. Já, herðin, það stórkostlega þáttur í okkur Sveppa hérna í dag. Við erum með mikið að skemmtilegu liðum. Sverrir Þór Sverrisson ætlar að byrja að starta nýjan lið á eftir sem heitir Persóna Eld eða Eld einstakling. Já, maður eldur. Já, maður eldur kannski best að nefna. Við reyndum þetta í sjónvarpi. Manstu það ekki? Já, það var sýndum það og það var ömulegt. Þetta útvarp svolítið. Ég held þetta sé nefnilega meira hrút. Svo ætlum við að ringja í Bjarna Ben því að Bjarni Ben, sko, formaður Sjálfstæðisflokksins, hann fyrsti gesturinn okkar í það sem við köllum hitaklefin. Já, hitaklefin, þar sem að við svölum pólitískum þörfum okkar. Já, það sem ekki miklar. Öskrum á hann allt sem okkur langar að vita og Bjarni Ben búinn að samþykkja að taka þátt í því. Svo ætlum við að hringja hana mömmu. Því að, já, sko, mamma Simma, hún mjög fræg og vinsæl í þættinni á Simma og Jóa. Já, akkur að vera að finna upp hjólið í útvarpsgerð. Akkur ekki bara copy-paste það sem gott. Já, akkur mamma mín eitthvað síður en mamma Simma. Nákvæmlega, fyrir utan það. Já, ég held að hún geti alveg orðið bullandi celebrity í þessum þætti hérna. Já, og hún hefur líka þörfina fyrir að koma fram og opna sig. Kannski ekki alveg, það verður samt fjör. Og svo ætlum við líka að hringja til útlanda, þannig að það verður nóg að vera hjá okkur Sveppa Krull hérna í dag. Við ætlum að byrja þennan spikfeita þátt á Coldplay. Hell yeah! Það FM 95 Blöð með ykkur á þessum þriðju degi, Ruby Tuesday eins og Sveppi kallar það og eins áður er komið fram nóg framöndan hjá okkur félögum. Henda þáttur bara hérna í byrjaðum maður. Það hárrétt hjá Sverris og já, ég ætlaði hérna að ræða þess við það sem ég var að lesa. Við fáum alltaf sendt svona prep fyrir útvarpið sem hægt að lesa hvað að gera. Ég rauninni svolítið svipað og fengum alltaf með 70 mínútur. Alveg rétt, já. Það voru að lesa hérna preppið og ég var að sjá sem sagt núna, það var verið að taka saman hérna Facebook og sambönd og það verið að tala það sko að hvað fyrir mest í taugaður á makaðinum við Facebook makaðins það sem fyrir mest í taugaður á fólki það ef að makiðin með fyrrverandi inn á Facebookinu sínu og það fyrir mikið í taugaðurum ef að þú lækar status eða mynd hjá hinu kyninu já. Okay. Og svo það ef þú átt meira en 1000 vini ég veit ekki, hversu leiðindar kærastæði það að hún fyrir að grenja því 1000 vini á Facebook. Já, þessi bíða geta ekki verið mála gerði til dæmis. Nei, en það líka því fleiri vini sem þú átt á Facebook því meiri líkur að þú haldi fram hjá konuninni. Akkur. Þetta bara melluð samfélag hérna inn á Facebook
Facebook-rugl. Þetta snýst allt að vera eitthvað að læka og potta og eitthvað. Nei, fólk nú alveg með Facebook líka þó að sé ekki að reyna að leita sér að, eitthvað gott í kroppinn, sko. Já, eins og til dæmis ég. Já, eins og þú ert, ég ætlaði að mynda að ræða þig, þú ert á Facebook. Myndi fara í taugarnar þér ef að fyrirvandi væri, sem sagt fyrirvandinnar Írisar væri hann inni? Sem vinur hennar? Já, það er ekki einhver maður sem er með allt í toppstandi í dag, vinna í banka og flottan bíl og eitthvað. Jó, líklega, það myndir nú ekki trufla mig. Reyndra góða við Facebooki mitt er það ég og konu mín erum ekki vinur á Facebook, sko. Já, ok. Það er snildi. Það er heila bara galdur í lísu, það sleppur að hafa makana við erum reynda vinni, sko, en hún veit ekkert hvað það snýst. Hún kann ekkert á Facebook, hún er aldrei inn á þessu Facebooki, sko. Nei, ok, en þú ert alveg svolítið inn á þessu. Já, ég nota þetta eingöngu til þess að grennslast fyrir annað fólk. Já. Nota það, ég adda öllum sem vinnum og svona og svo er ég bara að skoða hvað annað fólki, ég set aldrei neitt sjálfur inn að myndum eða neitt svoleið, sko. Nei, ég skilji. Og ég er með alveg hauga fyrrverandi kærustum hann inni, sko, kallið mér. Hvað áttu margar svona alvöru fyrrverandi kærustur? Já, ef ég sparka burt því að ég sé að reyna að vera töff. Já, hvað hefur átt margar svona alvöru kærustur? Fyrir utan þessa sem ég á núna. Eða tel ég Írisi með? Nei, já, teljum hana með. Þá er það 4. 4, já, ok. Og það sem hefur með þess að koma mér óvart, ég held ég hef hitt 2 af þeim. Okay. Þær voru báðar gullfallegar. Já, kallið minn, ég er ekkert í einhver rugli. Nei, ég er að segja það. Það er aðri sem er að ríða ljótustelbúr. Nei, ég er að djóka. En sko, 2 af þessum 3 fyrirvandi, það eru vinkonum mínur á Facebook, sko. Já, og önnur var að gifta sig daginn, eða ekki? Já, önnur, það eru allar giftar. Já, eru þið vinir og svona? Já. Það er líka góða sambandi við þér? Sko, fyrsta kærasta mín, hún er, sko, mjög góð vinkonum mín og þekkir Írisi. Farið saman í bíó bara? Nei, ekki alveg þar, sko, en maðurinn hennar er æðislegur náungi og... Já, og hún hefur getað uppgreitað? Já, hún er örugglega þvílíkt ánægð, sko. Maðurinn hennar er fullkominn, hann er frábær náungi, sko. Já, ok, vá. Já, hann er bara smiður og bjó í Danmörku. Hann heitir Viktor Holm. Viktor Holm, og er smiður í Danmörku? Nei, hann var smiður, sko, en er núna bara að verða svona okkar nýja Eyþór Árna. Manstu ekki við hittum að þegar við vorum að skemmta á FM að syngja sjómlið, þá var hann svona á sviðinu. Alveg rétt. Það er spaðið, maður. Það er alveg topp náungi, maður. Já, þannig að þú ert í fínu sambandi við þínar fyrirvandi. Já, ég kalli þetta. Já, og fer ekkert í taugarnar þá konar að vera að læka einhverja status á Facebook. Nei, þetta, ef þér líkar það ekki, þá er eitthvað að. Þá dislækar þetta. Herðu, við skulum fá auglýsingar. FM 957 og Skemmtigarðurinn bjóða þér að finna Skemmtigarðinn Smáralind á Facebook, gera like á síðuna og skilja eftir símanúmer. Nokkrir heppnir aðilar verða síðan dregnir út og fá að fara í Skemmtigarðinn Smáralind 5. 10. nóvember og vera fyrst vina sinna til að prófa. 7-vítar bíóið er það fyrsta sinna tegundar á Íslandi og sleggjan gefur þér glænýtt sjónarhorn á Smáralindina, sjónarhorn sem að gleymist seint. FM 957 og Skemmtigarðurinn Smáralind. Viltu vera hrókur alls fagnaðar og bjóða alltaf 10 manns í hádegisverð á La Luna Trattoria, Rauðarárstíg 37. Á hverjum 50 degi í morgunþættir Magasín drögum við út heppinn einstakling sem fær að bjóða alltaf 10 manns upp á eldbakaða pizzuveislu í hádeginu á La Luna Trattoria. Send okkur post á magasín.fm og þú ferð í pottinn. La Luna sérhæfir sig í ekta ítalskri matagerð þar sem eldbakaðar pizzur, fjölbreytt úrval af pastaréttum og ítölsk matastemming er í hávegum höfð. Magasín á FM 957 og La Luna Trattoria. Guarda la luna, guarda le stelle, guarda tutte le cose si sono belle. La Luna Trattoria. Hamborgaraból og Tómasar. Hreyfum okkur reglulega. Hamborgaraból og Tómasar. Sam Film kynir We can all go on a mental holiday. The In-Betweeners. We've been spotted. Look cool. Vinsælasta grínmynd frá upphafi í Bretlandi. The In-Betweeners. You're a virgin, that's cool. Sýnt í Sambíónum. Þú þarft ekki að dropkicka pítsunni úr höndunum ánum. Þú þarf bara að taka þátt í Facebook-leiknum okkar og skora á vininn að koma sér í form og þið æfið báðir frítt til áramóta. Reebok Fitness á Facebook. Ertu til? Nóvember tilboð á heilsumatseðli Ritso. Vefjur 890, kjúklingasalat 1190, heimsborgari 990. Ritso, Grensásvegi. 2,2 milljarðar króna er ekki málið að koma inn í umferð. Víkingalottó, alltaf á miðvikudögum. Þriðjudagar eru Playday bjölludagar á Café Simpson. Þegar bjallan hringir, þá er bjórinn á 1 krónu. Café Simpson. Besta steikasalatið í bænum.
Og kóríandersósan okkar á sér enga hliðstæðu. Ekki missa af nýja steikasalatinu okkar. American Style. FM 95 Blö í boði. Vantaði lán? Það alltaf opið hjá okkur. Kredía.is. Lakkerón gerir þið ekki sköllóttan. Þú voru að hlusta á FM 95 Blö á FM 957. When I walk on by, girls be looking like Debbie Fly. I pick to the beat, walking down the street and my new the freak, yeah. This is how I roll, animal print pants out control. It's Red Bull with the big ass bra, and like Bruce Lee, I got the clout, yeah. Yeah, when I'm at the mall, security just can't fight them all. And when I'm at the beach, I'm in a Speedo trying to tan my cheeks. What? This is how I roll. Come on, ladies, it's time to go. We headed to the bar, baby, don't be nervous. No shoes, no shirt, and I still get service. Wow. Já, Sexy Ain't I Know It með LMFAO. Já. Með S-Off, það víst skamstöðurinn á. Hressandi lag. Já, þetta bara, manni finnst eins og það, maður þurfa að vera búinn að poppa hérna 5 sleikjóum? 5 sleikjóum, eða 5 brósköllum eins og við köllum þetta strákandi. Þetta samt eitt vinsalasta lagi á stöðuna. Þetta sant svona alveg, þú veist, þetta hressandi svona flipplag. Já, nú veist það þriðjudagur klukkan 4:30 sko. Fólk bara að keyra á skrifstofunni og það bara you sexy and I know it. Það ég ánægður með það. En sko, þú hafði miklar áhyggjur, Sveppi, hérna þegar við vorum að byrja, mér finnst það skemmtilegt í dag. Hvernig þú ættir að tala? Þú varst að spáði hvort þú þurftir að vera eitthvað mega hress. Já, einmitt, þetta náttúrulega þannig útastöð sko. Þetta svona hressleikin í fyrirrúmi. Já, en eins og ég sagði við, þá náttúrulega talar við bara eðlilega. Þetta gengur út á það að við séum bara að tala eðlilega hérna í stúdíónu. Já, þú vilt bara að ég sé venjulegur og... Já, þú ert bestu þannig. Ok, takk maður. En við Sveppi fórum hins vegar að hugsa að, já, ef að við yrðum að vera eins hressir og hægt hvernig myndum við vera? Og við erum búin að ákveða það er búin að velja hérna 2 lög. Fyrst tekur Sveppi kynningu. Já, í 60 sekúndur. 60 sekúndur? Já, og ég með tíman þar sem að þú þarft að vera eins hress og þú getur. Og þú ert búin að ákveða hvaða lag viltu svo kynna inn, má ég er nú að lesa þennan lista, mér líst ágætlega á þetta, hérna, Somebody to Love. Somebody to Love með Justin Bieber. Ok, þá ger ég það klárt hérna í Ég hef aldrei heyrt neitt lag með Justin Bieber. Þú lígur því, Sverrir. Já, ég kannski slýsast til þess að Nei, ég er ekki reyna töff, ég er bara reyna heiðarlegur og segja sannleika. Já, ok, hefur aldrei heyrt, þú veist, hérna, baby. Nei, ég hef heyrt samt dóttur mín að syngja það, skiljur, en ég hef aldrei eitthvað... Ekki, bara, nei. Ok, þá varst allavega að fara að heyra Somebody to Love. Já, er það gamla Queen-lagið? Já, hann búinn að tjúsa það þessu. Ok. Herðu, ertu tilbúin? Ég tilbúin með skeiklukkuna. Já, ok, það bara núna. Já, það eru 60 sekúndur að fáránlegur hressleika og svo kynnur inn Somebody to Love með Justin Bieber. Ok. Ertu tilbúin? 1, 2 og byrja. Já, það er Sveppi fokkin Krus sem situr hérna við mikrofóninn á FM 957 í sjónvarst útastættinum FM 95 Blö. Já, ég veit að það ættu allir að vera að stoppa bílana sína því að það er að gera að vera í rólihittunum því að þið getur keyrt út af því að hressleikin er svo suttalega mikill. Já, og þið sem eru að slæsa cheeseburger driving down Laugavegurinn að gera pump up græðurnar og skrúa niður rúðuna því að það er allt í lagi að vera í bara sæmilegu stuði þegar að maður er í útvarpinu. Já, snert ekki takkana á meðan því að FM orkan hún svífur yfir vötnum. Já, ég veit að þetta heyrðu, það er alltaf ef þið væri hérna inn í stúdíónu hjá okkur Guð minn almáttugur Blöð komið með buxurnar á hælana hérna og hvað er að gerast þar en þeim betur verið er þetta ekki sjónvarp frekar er þetta útvarp. Já, það er eitt og annað framundan í tónlistin sem gefur að skilja Jennifer Lopez er á leiðinni hérna til okkar til smástund en fyrst ætlum við að byrja á barninu Justin Bieber sem er nú búinn að bípa nokkra aðrar dýrabjöllur en sína eigin. Hann er ekki með gamla Queen-slagaran Somebody to Love, heldur sinn eigin Somebody to Love. Take it away, Justin Bieber, you're my mind. Þetta var Justin Bieber á FM 957 með hljómsveitinni Justin Bieber and Friends. Nei, er hann í hljómsveit eða? Nei, ég held að segja bara með eitthvað svona tónlistafólk sem er að túra með honum og spila með honum á tónleikum og svona. Já, hann er ekkert einu bandi. Nei, en hann er solo. Þetta var kynningi mín, ég kynnti þetta frábæra lag. Já. Ég var í 60 sekundur og við viljum nú að hlustendur meti þetta. Hvor er betri? Auðun Blöndal er næstur. Já.
Ok, ég tek 60 sekundur þá og kynnin mitt lag. Ok. Og svo tökum við síman, ef við ekki bara taka bara 3 símtöl, þannig að þú veist... Já, ekkert eitthvað að vera að opna síman of mikið, sko. Nei, þannig að hlustendur hringja í 511-0957 þegar mitt lag er búið. Já, þegar þitt lag er búið og þín kynning er búin. Ok, og það er bara best out of 3, sko. Já, ok. Herru, hérna, þú telur í mig, ég fæ 60 sekundur. Ok. Það er reyndar aðeins svo langt eða ekki 60 sekundur? Það er mjög langt, sko. Já, ok. Það er alltaf langt. Þú tilbúin? Já, ég til. 3, 2, 1. Lopez og Pitbull með lagið It on the Floor og ég er svona að fá röddina aftur, ég er bara meittið með á þessu, ég var að viðurkenna þetta. Já, þú öskraði, sko. Já. Ég kemur ekki óvart að ég myndi vinna þessa keppni, fannst mér, sko. Ég var sjúklega góð. Það er 511-0957 og við ætlum að taka 3 símtöl og fá að heyra hvað fólk segir. Fyrsta atkvæðir hérna, FM, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Hvað heitir þú, gamli? Ég heiti Birgir Steinn. Birgir Steinn, hvað er gamall? Ég er að vera 12 ára. Flott hjá þér, gemli. Hvað er áttu heima? Það er ekki búið að falla að lána en þá, það er skemmtilegt. Hvað sagði þér? Hvað er þetta á landinu? Ég er bara í Garðabænum. Garðabænum. Er pappið búin að láta þið skrifa undir eitthvað lán? Hæ? Er pappið búin að láta þið skrifa undir eitthvað lán? Nei. Nei, ekki gera það, sama hvað átt gamall. Já. Aldrei. Ok, herðu, hvor var með betri hressari innkomu? Herðu, ég held að Utti hafi verið aðeins betri. Ok, takk fyrir það, næsti. Mér okkar að tala aðeins meira um hann, já, þá tökum við næsta hlustenda. FM 95 blöð. Já, góðan daginn, ég segi Sverrir. Já, hvað heitir þú? Ég heiti Elsa. Já, það er eins og stelpur þessu... Hvað er það að segja það? Og það litla stelpa mín setur í bílnum og sagði, af hverju sagði fucking? Já, af hverju þetta hlusta á hana þátt með litlu börnum? Þú ert bara að vera með á bylgjunni í maður, Þorgeir Ásvalds. Já, við þurfum að passa það fór, ég viðurkenni það. Við erum svona lærinandi, en ég var bara svo rosalega hress að ég varð að henda þig með. En þetta er svo holdt, sko, hérna, svo mikið vesen fyrir þig að útskýra fyrir börnunum, sko, hvað þetta þýr. Nei, já, hún var náttúrulega að spyrja því, hún bara var mjög nexlu, hún veit þetta er ljótt ár. Já, nákvæmlega. Það er rétt hjá henni, ég ránaði með hana. En það er 1-1, þannig að það er komið að úrslita atkvæðinu. Ó, já. Og við skulum fá það hér, FM 95 blöð, góðan daginn. Góðan daginn. Herðu, hvor átti hressar innkomu? Það var Sverri. Já, hvað heitir þú? Logi. Logi, búinn að heita það lengi? Já. Já, klassið til hamingju það, Logi, þú ert snillingur. Takk. Sverrir Þór Sverrisson vann þessa keppni því miður, ég get samt ekki verið að sammála þessu, mér fannst ég hress eða var ég kannski bara æstari? Þú varst kannski æstari, en þetta var Logi í beinni á FM 95 blöð. Með þessum orðum fáum við smáðlýsingar. FM 957 kynir gammamyndina Power Heist. What you trying to steal? $20 million. Bráskemmtileg mynd í anda Ocean's 11 frá leikstjóra Rush Hour myndana, þar sem Ben Stiller og Eddie Murphy fara á kostum. Ski hats. No, ski mask. It's gonna cover your face. FM 957 býður á sérstakka forsýningu 5. daginn 10. nóvember. I don't want you talking to me for the rest of the robbery. Fylgstu með á FM 957 og þú gætur unni miða. You know this is a bad idea, right? Power Heist. Frumsýnd 11. nóvember í Laugurásbíói, Smárabíói, Sambíónum Álfabakka og Borgarbíói Akureyri. Loksins er komið út alíslenska orðskýringa og látbragðsspilið Fiasko sem fær fólk til að tjá sig. FM 957 og Fiasko bræða á leik með hlustendum alla vikuna og dæla út þessu stórskemmtilega spili. Hvernig myndir þú lýsa Sódóma Reykjavík? Hvernig myndir þú lýsa Gils í einu orði? Hvernig myndir þú leika keksverksmiðuna? Fylgstu með á FM 957 í vikunni og eintaka Fiasko gæti orðið þitt. Hugsa út fyrir kassan og spilaðu Fiasko partíspilið í ár. Shell V-Power auðveldar vélinni að bæta afköst og endingu með einstakri blöndu sem er þróuð til að hreinsa vélina að innan og minnka viðnám. Shell V-Power, aukin afköst með framúrskarandi tækni. Þú farð Forever 21 vörur fyrir jólin á outfit.is. FM 95 blöð er í boði. Þú getur sótt lán hvenær sem er. Kredía.is. Lakkerón gerir þið ekki sköllóttan. FM 95 blöð á FM 95. Þetta eru snillingarnir Matti, Steindi og Bent með þetta stór skemmtilega lag en það styttist í að Bjarni Ben komi í hitaklefani eða komi við hringjum í hann og fáum svör í Sveppi, við erum grjótarðið við hann á eftir og svo ætlum við að hringja líka í McDonald's í Bandaríkjunum út af einni frétt sem eru með hérna en það er eins og að komið að 9. dagskrálið sem að heitir Maður er eldur og Sverrir Þór Sverrisson, Sveppi, heyrðu í mér? Já, ég er hérna. Þannig ertu, ok, hvar ertu stattur nákvæmlega núna? Sko, ég er stattur hérna fyrir aftan
Ég er að reyna, ég var komin inn út fyrir hlíðarna, sko. Ok. Ég er nú ennþá, ég er í, hvað heitir þetta? Jú, þetta er Skaftahlíð, held ég. Já. Ég er að labba hérna í áttina að Miklubrautinni, sko. Ok, og ertu að elda eitthvað? Já, ég er að elda hérna, sko, það er einhverju krakkar sem var að klára skólan, ég elda... Ertu að elda börn? Nei, já, þú segir nokkuð. Það er ekki... Er það, ok, á hvað haldur er þessi krakkar? Þetta er einhver 8 ára strákur held ég þetta, sko. Ok. Ég er í úlpunni þinni og ég er mjög drungalegur, sko. Þeir þekkja mig ekki, sko. Ok, vel gert. Þeir sáu mig á hann. En það er kannski fáránlegt að elda börn, það er eitthvað að lekja þess. Ég meina fullorðið maður, þú ert barnastjarnan líka. Ég var svona vonu myndi kannski elda fullorða manneski eða eitthvað? Já, ég er hættu við. Það er alveg ljónhætt. Ég er hætt að því, ég sé hérna gamla konu. Ok. Hún er svona miðaldra, 45 ára. Gömul kona, Sverrir. Þetta er bara nei, eldri kona. Nei, hún er eldri, hún er 57 ára. Ok. Hún er hérna á Miklubrautinni. Já. Hún lappa inn á Miklubrautinni? Hún er að fara yfir Miklubrautinni núna. Ok. Ég ætla að ná henni, ég er svona rétt fyrir aftan hann, sko. Ok. Það er fullt af bílum að bíða, ég gæti... En er byggð nálægt, eða? Byggð? Já. Já, það er náttúrulega... Byggð, ég er í Reykjavík, sko. Já, veist, ég er að tala veist, er eins og sé að lappa heim til sín, eða er hún með út í búð, eða? Sko, mér sýnist eins og hún hafi verið að kenna hérna eitthvað staðar, í einhverju skóla. Ok. 57 ára gammal kennari. Og búið bara í hlíðunum, sko. Þetta er enda dálítið vesina því að það er eins og ég sé að missa af henni, nei. Hlauftu bara eftir henni? Já, ég veit það. Ég bara er á ljósum hérna á Miklubrautinu og það er brjáluð umferð. Ertu á bíl? Nei, ég er bara stend hérna. Ok. Er að reyna að komast yfir á rauðum kall. Það er rauðu kall, sko. Hún var á undan þessu gamla, en... Fyrir ykkur sem er á Miklubrautinu er að hlusta á sveppa, þið með flauta núna? Heyrðu, ég er búinn að sjá það. Hún fór í strætóskíli. Ok, hún á leiðin í strætó? Já, hún er að fara í strætó, sko. Já, þannig að þetta er 57 ára gammal kennari? Já, þetta segir okkur það. Hver staða kennara er á Íslandi? Já, það má segja það. Þetta segir okkur það. Og svo er maður hérna sem er að hjóla. Hlauftu eftir honum, þú er nú gott að því. Já, en ég er að lappa á mótunum, þess að aðstölda ég sný strax við. Hann er mjög drungalegur nefnilega. Já, ok. Hann er með leðurhanska. Nú er þetta eitthvað þannig, Hann er í leðurjakka, hann er í svörtum gallabuxum og strigaskóm. Er þetta leður fyrir 69 og engamál.is? Hann hjóla mjög hægt. Hann er mikið á hjóli. Já, þetta er, sko, hérna, hann er með svarta derhúi. Já. Hann er í svörtum leðurjakka með svarta leðurhanska. Hvað er þetta, Freddie Mercury eða? Og svo er hann í einhverju svona innanhús handboltaskóm. Sem að, hérna, gefur þetta kynna að þetta hann er örugglega búinn að ræna þessu hjóli. Já. Þetta er oft með, ég man sko þegar ég var unglingur, þá var ég oft að brjótast inn í bíla. Já. Þá fór ég alltaf í strigaskó og klæddi mig var alltaf svartklæddur í strigaskó, svona hlaupaskó. Þannig að við erum að tala um þetta var ekki unglingur eða? Nei, þetta hefur verið svona 47 ára gamall maður. Já, svona afbrótamaður sem er auðvitað með að þroskast. Já, hann er að hjóla bara hindur sín, sko, þetta. Á stólnu hjóli. Á stólnu hjóli. Og svo erum við með kennara sem að ferðast í strætó. Já, þetta lærðum við á maður er eldur í dag. Fyrst byrjaði Sverrir svona elda krakka sem að... Það er verið að flauta á mig hérna. Já, ég bað fólk að flauta eða það væri að hlusta á okkur. Fólk er með stilt á bylgjuna, nei, hvað, FM segir. Hvað veit ekki svona hvað stöðu það? Ég veist ekki nefnilega, sorry, ég stilt á mig núna. Jæja, maður eldur, við þurfum kannski aðeins að hugsa betur inn á dagsfjölið. Herru, drullar upp í stúdíó, við erum að fara hérna að ringja Bjarna Ben. Já, ég kem hlaupandi. Herru, ok, við skulum fá stórkostlega hljómsveit sem heitir Valdimar. Þetta finnst mér einn besta íslenska hljómsveitin í dag, Valdimar. Já, aha. Já, fyrir fínir. Sverrir Þór Sverrisson kominn aftur hérna í stúdíóið eftir að hafa elt nokkra manneskjur og við þurfum að fara aðeins betur yfir þetta. Þú ert jafnvel að koma á eitthvað svona ógæslega staði. Já, ég er nefnilega ekki á bíl sko núna. Ég hefði viljað vera á bíl. Já. Keyra, það er fullt af stöðum hérna í kring sko. Við erum stutt frá, það er náttúrulega stutt í Hlemm. Já. Það er djúsi í lið. Það er djúsi, alls konar og hérna stutt í sóðaskapin í Hlíðunum og svona sko. Já. Er eitthvað sóðaskapin í Hlíðunum 10 minútur í 5 á þriðjudegi? Maður veit ekki, þetta er nefnilega máli sko. Já, það er enda með sóðaskapin, hann velur sér ekkert stund og staða sko. Það er hárrétt. Hann bara kemur og hann brýst út í fólki sko.
En herðu, það hins vegar komið að öðrum nýjum lið hjá okkur Sveppa. Það allt að gerast hjá okkur og við verðum með þennan lið alla þriðjudaga, bæði maður eldur og eitthvað sem við köllum hitaklefan. Hitaklefin komin til að vera. Já, það bara þannig og sem sagt, hitaklefin hann gengur út á það að þetta svona eina sem að tengist stjórnmálum í okkar þætti. Bara í FM 95 blöð bara konseptinu. Því að við nennum ekki að ræða stjórnmál og trúarmál og eitthvað svona. Nei, þetta svolítið eins og við séum að taka Reykjavík síðdegis og pakka þið niður í heila mínútu. Já, það sem við gerum að við hringjum í alþingismenn við Sveppi og fáum 10 spurningar sem við sprengjum á þá og við höfum ákveðið að spurja liði líka eins og þau að fá þetta í smettið í þessum þáttum eins og Silfur Egils og svona. Þau veist ekki eftir, fólk fær ekkert að svara á eitthvað. Nei. Þannig að við skulum fá að heyra þegar ég og Sveppi hringdum í Bjarna Ben sem einmitt formaður Sjálfstæðisflokksins. BB og við skulum bara spila hérna núna. Góðan dag. Já, góðan daginn. Herðu, Auðun heiti ég Blöndal og að hringja sem sagt í Bjarna Ben. Hann bað mig að láta tengja sig við glerbúrið. Síman þangað. Já, takk. Takk. Halló. Já, það Bjarni Ben? Hann. Formaður Sjálfstæðisflokksins? Hann. Bjarni Ben, klopningur í Sjálfstæðisflokknum? Nei, engin klopningur. Engin klopningur, en nú víða pottubrotin í þessu máli. Hvenær á að gera eitthvað fyrir heimilin? Og hvað á að gera? Já, ég einmitt í dag, þið hittu vel á mig, ég einmitt í dag að mæla fyrir tillögum aðgerðir fyrir heimilin. Já, en ekki á endalaust bara að mæla fyrir tillögum. Hvenær gerist eitthvað? Það verður að taka tíma í það að ræða mismunandi hugmyndir. Eru útrásarkosandur að fá allt afskrifað, Bjarni? Nei, ég heldur að það meira að minna að tapa öllu sínu. Hvað er þetta að borða í hátteginu? Hvað eru það alþingismenn að fá sér í hátteginu? Ég fekk með djús. Djús? Af hverju má fólki í landinu ekki eiga kvóta, Bjarni Ben? Fólki í landinu nýtur góðs af útgerðinni. Ekki ég til dæmis, af hverju ekki? Í gegnum skatta, í gegnum veiðigjaldið. Já, af hverju eru skattar svona háir til dæmis? Skattar þurfa að lækka, ég er sammálaður um það. Já, og hvað, er það einhver tillaga sem á að koma inn á þing í dag? Draga tilbaka alla skattar. Bjarni Ben, af hverju búið að banna strippstaði? Saknar þess? Nei, en af hverju búið að banna þá? Maður vil bara vita þessi hægt að fara þótt maður fari nú kannski ekki endilega sjálfur. Ég á vini sem fara að það, af hverju búið að banna þá? Þetta er vini sem fara. Ég fer ekki sjálfur, Bjarni, af hverju búið að banna þá? Þeir voru nú endanum bannaðir hyggja vegna þess að... Er Hannabirna að grafa undan þér? Nei, við erum bara að framkvæma lýðræði flokk. Eru þið vinir? Já, eru þið óvinir? Nei. Þekkist þið? Já. Mundur þið bjóðinni heim til í kaffi núna? Núna? Já, heim til. Nei, ég er bara nýri vinnur. Þannig að þið eruð ósátt. Af hverju treystur ekki þjóðinni til að kjósa með ESB? Ég treysti þjóðinni vel. Ég lagði það til á alþingi að þjóðin fengi að kjósa með ESB. Þú lígur því, Bjarni? Nei. Við viljum skýrsvör. Er þetta ekki 10 spurningastökar? Af hverju má 17 ára frænka mín ekki fara í ljós, Bjarni? Heyrðu, hún getur gert það ef hún þarf á því að halda. Já, hún er 17 ára, það er 18 ára aldurstakmark. Já, hún getur fært... Hvar ferð þú í klippingu, drengur? Ég fer hjá Baldri. Já, ok. Já, við þessum Bjarni Ben, hann er gestur okkar í hitaklefanum. Takk fyrir þetta, Bjarni. Takk fyrir þetta, Bjarni, og hvort bara fín frá þessu. Takk að þið fyrir. Ágæðunur, bye. Já, Bjarni, hann slapp ágætlega frá þessu fyrir dag. Þetta var náttúrulega, við hringdum í hann upp úr hádegi. Já. Og þetta er eitthvað sem að stjórnmálamenn þurfa bara að gangi í gegnum í okkar þætti, FM 95 blöð, á þriðjudögum, Ruby Tuesday, og þetta var fyrsti hitaklefin, en við skulum fá. Þetta er söngkonan Charlene Soraya. Ok. Þvílíkt stuð, Já, falletlega hérna, Wherever You Will Go. Það styttist í að við Sveppi gefum spilið Fiasko og ringjum í mömmu, því að ég og Sveppi ætlum að reyna að gera mömmu fræga og mömmu Simma. Ég er ekki viss um að hún verði jafn ánægð með og við, en við skulum alltaf fá smá auðlýsingar og svo gefum við Fiasko hérna eftir leik. Morgun þátturinn Magasín, virkamótna klukkan 7. Það er einhvern svona bönasúpu nefnd. Það voru ekki skoðlandi, nei, það var ekki nefnd, það var að vinna á veitingastað. Það var leiðilegast að nefnd allra tíma. Hvað skráði ég mér þess að bönasúpu nefnd? Will you also put something strange up your rear end? Or? Something strange up my rear end. Like I think putting an entire beer on my butt is pretty strange. Alla virkamótna á FM 957.
Útgáfahátíð geimstöðarinnar og Call of Duty Modern Warfare 3 í fullum gangi. Nældu þér í inntak af vinsælasta skotleik allra tíma. Geimstöðin Kringlunni, Mission Completed. Hleðsla frá MS, próteindrykkurinn sem Íslendingar fá aldrei nóg af. Nú með kókos og súkkulaði. Samfilm kynir We can all go on a mental holiday. The In-Betweeners. We've been spotted. Look cool. Vinsælasta grínmynd frá upphafi í Bretlandi. The In-Betweeners. You're a virgin, that's cool. Sýnt í Sambíónum. Þú þarft ekki að hæmleika hambúrgaran upp úr honum. Þú þarf bara að taka þátt í Facebook-leiknum okkar og skora á vinðinn að koma sér í form og þið æðið báðir frítt til áramóta. Reebok Fitness á Facebook. Ertu til? Ekki augra viðtækinu með of framsækinni tónlist. Leyfið frekar að spila eitthvað sem það kannast við. Dekraðu í útvarpið þitt með rafmagninu frá okkur. Orkusalan. Við seljum rafmagn. Polar Bear kynnir. Kvöldstund með Kevin Smith leikstjóra mynda eins og Clerks og Zack and Miri Make a Porno mun vera með uppistand og svara spurningum úr sal. Einstakur viðburður sem framfer í Eldborgarsal Hörpu þann 11. nóvember. Miðasala á miði.is og í Hörpunni. Komdu og hlustaðu á bransasögur sem engin annar þorir að segja. Bátur mánaðarins á Nonnabita. Pepperoni bátur og gos á aðeins 1090 krónur. Nonnabiti Hafnastræti og Bæjarlind Kópavogi. Árið er 1991. Perlan í Öskjuhlíð er opnuð. Hvað gerist 10. Já, útbrunni sjónvarpsstjörnunnar Auðun Blöndal og Sverrir Þór Sverrisson með ykkur á þessum þriðjudegi. Það er búið að planta okkur í útvarp eftir að hafa míða okkur og blanda ógeðstrykki fyrir 10 ára síðan. Þetta er bara, þetta er skemmtileg tilbreyting. Já, maður er að dansa hérna og góð tónlist. Er fólk að dansa heima hjá sér við svona tónlist? Ekki nema einhverja gardínu bittur, sko. Já. Hvaða lag viltu með Oasis byrjan? Stop Crying Your Heart Out, það er flott lag. Nei, maður. Nei. Sleep inside the eye of your mind. Já, hendur Það er eitthvað með Oasis, ég var búinn að lofa Oasis, sko. Já, það var verið að biðja Sverrir Þór óskalag, en ertu ekki með eitthvað frétta? Jú, ég er búinn að vera að sigla hérna veraldarvefinn. Já. Og ef það er eitthvað sem gerir mig brjálaðan, þá er það svona fréttir eins og þessi. Nó. Hérna er verið að segja það, að það sé sko gríðarlega mikil hætta á því að maður fái krabbamein á því að sitja of lengi. Já, ok. Skilurðu? Þá þekki ég nú nokkra sem væru komin í hættu, sko. Já, þeir sem sitja löngum stundum við tölvur eða skrippborð eru í meiru hættu en aðrir á að fá krabbamein. Skilurðu? Já. Svo les maður frétt á morgun, þú getur fengið ristilkrabbamein á því að standa á mikið, sko. Já, það er einhvern veginn, það er verið að tengja krabbameininlega við allt. Þetta er óþolandi. Já, þú mátt ekki éta mikið af M og M-i. Það átt að fá krabbamein. Bláu, já. Já, og það var endar svo að búið að rannsaka það. Þú þyrftir að éta 3 gáma á dag til þess að standa í því, sko. Og litarefni í spræt eru hættuleg krabbameinsvaldandi. Já, ég meina, veist. Og svona heilsutengt. Ég get orðið brjálaður á að tala um heilsu. Nú? Það er alveg óþolandi. Er það kannski að því að það er mikið rætt við þig? Heilsu? Já. Það er í alveg sama hvað það er. Maður myndi fá leið á að tala alltaf það sama. Við erum að tala ok, ég skilur hérna, maður búinn að bæta þess á mig. Já. Og í hvers skipti sem að bara ef ég fer í ræktina. Hvað er átak? Og þá er ég alltaf í átaki, sko. Þú ert bara sveppur fólksinn, sko. Já. Og hvað er þetta að gera? Já, ég bara reyna að hlaupa eitthvað og lifta og svo reyna maður að spila Já, þú átt að brenna meira með því að gera þetta. Já, ok. Já, svo, sko, hvað ert að borða oft á dag? Bara nokkru sinnum, sko, eða veist. Já, þú átt að borða minnst 5 sinnum á dag, sko, bara lítið í einu. Já, einmitt, takk fyrir það. Já, og svo náttúrulega ekkert brauð. Nei, einmitt. Það er sennilega leið, ég skal alveg vera sammála. Það er eitt að leiðilegt sem lendir í chit-chat í ræktinni. Já. Hvað helviti kalli byrjar að taka? Já, takk fyrir það, maður. Já, hvað ert að gera? Ég er bara ekki neitt, skilur. Mennur að fara. Já, alltaf, og svo er aðri sem segja, nei, þú átt bara að borða svona og borða hinsegin. Það er allir með skoðanir á öllum fjandanum. En það er líka sko að því að þú gerði þau mistöksverðir að þú fóst í átak fyrir saman alþjóði þættunum Öddu og Sveppi, alveg eins og Gauji litli. Já. Og þá finnst fólki bara megi ræða þetta við því. Ég meina, 1,70 og 90 kíló, fólki finnst það eitthvað skrítið og vil spyrja af hverju svo er. Skulum fá Wonderwall.
Classic Wonderwall. Já, við þurfum meira þessu sko. Já, við svona, við fáum að leika okkur aðeins með tónlistina, en það er náttúrulega fullt af fólki að hlusta á FM út af tónlist, við mögum ekki gleyma því. Já. Við þurfum að spila Vilja Naglbít á eftir ekki að bóla nóg því. Já, svo hann fáið smá stefgjöld kallinn. Við þurfum að, við þurfum að spila íslensk líka. Já, spila Án þín og Mercedes Club og Sjómle. Nei, hvað til dæmis Crazy Bastard? Já, býttu, það er nú bara upphafslag þáttarinn, sko. Síðan F95 blöð byrjaði, þá var hvorki verið að spila Sjómle nýja Crazy Bastard. Við erum þetta búin að spila þetta 95 blöð lagið þessum við núna. En herðu, það er komið að næsta lið hjá okkur Sveppa og þetta er sko, við Sveppi vorum að ræða hérna daginn að við værum saman einu sinni viku og hvað við getum gert saman. Og hvað er gott útvarp? Já, og þá föttum við það að Sim og Jói sem eru góði vinnir okkar, oft kendi við hamborgarstaðinn Fabrikuna. Já. Þeir ringja alltaf í mömmu Simma á laugadöfum. Og ekki bara ringjar í hana, heldur er þetta orðin einn vinsælasti dagskráliður þeirra. Já, ég minnst þetta æðislegt, sko. Ég hlust ofta á þetta. Hún er náttúrulega yndisleg manneskja, sko. Já. En við fórum svona eins og hugsa ég á Sveppi, væri ekki hægt að ringja bara í mömmu mína líka og svona reyna að tengja hana aðeins inn í þáttinn og hver veitum að Mútta geti orðið sprengja líka. Einmitt, þetta er svona copy-paste, bara góð efni, allir saman. Já, það er alveg svo, veist, Sim og Jói vorum í 70 mínútur falda myndahæl, þeir föttu ekkert upp á fallinu myndahæl og það er ekkert sem að banna mér og þér að ringja í mömmu mína, sko. Nei. Ég hlusti ekki á eitthvað kjaftaði frá Sim og Jói, þeir er alltaf að fara að væla eitthvað. Já, þá getur það líka bannað okkur að steikja hamborgara heimi á mér, skilur. Þá er nú ekki mikið eftir í eldhúsunum, það er eina sem ég kann. Herðu, við skulum að heyra, við ringdum þetta í mömmu. Halló. Mamma. Já. Hæ, Dröti. Hæ, skan. Hvað segirðu? Auðvitað Sveppi. Hæ? Sveppa lingurinn er hérna með honum? Nei. Já, hæ. Hvað segirðu? Auðvitað og Sveppi. Auðvitað og Sveppi, já. Herðu, Við Sveppi vorum að spá í, sko, vinsalasti dagskrárliðurinn hjá Simma og Villa alltaf á hérna, nei, Simma og Villa. Simma og Villa, eftir að lifiðum. Simma og Jó. Simma og Jó á lögadöfum. Já. Þá er þeir alltaf að hringja í mömmu Simma. Hefur ekki heyrt það? Jú, hún er mjög skemmtileg. Já, hún er svo æðisleg. Og veist, hún er rosalega vinsæli á þeim, þannig ég var að spá í, getur þú ekki verið svona vinsæli okkur? Ertu eitthvað klikkaður? Nei, alveg, þú verður alltaf tilbúin bara með eitthvað svona lítið ljóð og... Nei, það er ekki að ræða það. Múta, við þurfum að nýta þig, þetta er hrikalega vinsælt hjá þeim og mér... Auðun, hættu þessu. Nei, ok, segðu mér eitt til dæmis núna. Nú er til dæmis mamma Simma búin að vera með sama mannin með 50 ára, áttu þú ekki eitthvað höslsögur handa okkur eða eitthvað svona? Nei, Auðun, þannig að ég get svarið þetta. Ég verð hvorki með vísur, kvæði eða nokkuð skapaðan hluti. En bara, veist, að því að eins og til dæmis Auddi var á Sauðárkróki, þú getur sagt okkur svona sögur frá því í gamla daga og frá Sauðárkróki. Nei, strákar, þið getur glemt því. En langar þér ekki að prófa, þetta er okkur hrikalega skemmtilegt. Nei, mér langar ekki til að prófa það. Jæja, hlustendur, nú ætlar Hafdís Sveinsdóttir, móðir mín, að segja okkur góðan brandara, mamma. Kottu nú með einn. Auðun, nei, kemur ekki til greina. Af hverju ekki? Af því bara. Sérðu hvað mamma Simma er lípó? Auðun? Já. Já, hún er frábær. Já, ég veit það. Þú ert frábær líka og við ætlum að nýta það. Segðu okkur hvað þú ert kölluð þegar við erum að spila gúrku. Auðun, sko, ég hlust ekki á þetta kjafta við þetta drengur. Hún er alltaf fyrst út, við köllum bara að hleypa hrattar á borði. Það er indjánanafnið þar. Segðu okkur fleiri svona spilasögur. Mamma, segðu okkur þú tapaði 50 í kasinu og út í Manchester. Nei, það verður leyndarmál. Nei, reyndar fæ ég spilafíknin ekki frá mömmu, svona, svo ég taki það nú. Það var það alveg á hreinu. En við hringjum í þig kannski næsta þriðjudag. Þá verður við betur undirbúin. Þá verður kannski búin að finna eitthvað fallegt ljóð eftir Tómas Guðmundsson eins og mammas Simma. Ég er að segja það, ég les ekki fyrir ykkur ljóð og ekki vísur og ekki smásögur og ekki neitt svoleiðis. Ok, en má ég spyrja þig bara hérna svona fyrir hlustundur, varst að koma frá Manchester? Já. Hvað gerir þú þar? Margt mjög skemmtilegt. Það ekki, varst ekki með sýstiðinni, Ingu? Já. Hvað voruð þið skvísuð þannig að gera? Bara skemmt okkur. Nú? Já. Og hvað var farið á pöpar allt? Já. Var verið að vesla fyrir jólina? Já. Keyptir jólagjöfina mína? Já. Velkert, í Manchester. Já, Manchester 3. Já, ef ég fæði það ekki í Manchester fyrir þá veit ég ekki hvar ég ætti að fá það. Já, vel var það. Og hvað var svona skemmtilegasta sem ég gerði? Bara allt sem við gerðum var mjög skemmtilegt. Já, ég fíla það. Var verið að hella þess upp á sig? Strákar. Keyptirðu tollin? Ég get alveg gleymt því. Keyptirðu tollin? Og ég er búin að þekka ykkur báða það lengi. Ég læt ykkur ekki prata mig. Og segðu okkur eitt, keyptirðu tollin? Já. Er hann búinn? Nei.
Ég kom heim í gær. Já, það allir dagar eru góði dagar. Bara búið með lítir og taka kippur bara á einu kvöldi. Þannig að maður þarf að koma að kíkja í fylltan kjúlla og taka tollin með þér. Já. Það eru skemmtilegustu djömmið þegar við sitjum 2 þarna heima í Frostafoldinu og sippum að sí okkur, mamma. Já, ekki spurning, kjúlanum. Herðu okkar, mertu hérna, þetta alltaf á þriðjudögum, þá seppi með mér, þannig að að gera núna, fara að kíkja einhverja gullsitt ljóðabækur eða finna einhverja góða skrýtlur. Auðun, þekkirum ekki betur en það að þú veist að ég væri ekki í ég er ekki í þeirri deild. Þú mátt líka syngja. Já, Auðun, þú veist að ég laglaus eins og þú. Ok, herðu sætt að ég heyri betur í þér hérna bara að við tökum bíó í vikunni eitthvað og þá plönum við þetta betur. Þetta verður alltaf á þriðjudögum. Takk fyrir þetta, mamma, þú best. Bye. Later. Já, hún var hress, en hún er ekki alveg opinn fyrir það að fara að taka eitthvað ljóð og eitthvað. Við þurfum að pumpa hana bara meira næsta þriðjudag. Já, við skulum hérna, við þurfum ekki að hætta þessu. Nei. Það er oft svona, þetta er eins og að veiða lax. Já, við eigum eftir að fá hana til að svona ease into it, held ég. Hægt og bítandi. Já, nú er fólk komið í trafíkina, það er á leiðinni heim, það er þriðjudagur, það er orðið dimmt. Hvað er betra en að hlusta á þægilega tóna frá Adele? Adele? Já. Who the fuck is Adele? Hættu þessu, Sverrir. Sorry. Ég er strax eftir auðlýsingar að gefa við Sveppi spilið Fiasko, en til þess að vinna það spil þarf að vita hver er þetta. Nú erum við bara að fara að keyra á Ekolæninu við landumar á Tóra og spila fyrir fólkið út allt. Þannig að maður tekur með sér næstu á nýja skó og Fiasko, maður íslenska partyspilið. FM 95 Blö á FM 95. En Rómjó, við fötum það, þetta er hundurðin, eða ekki? Rómjó? Já. Það er litli vinnu minn hérna nýri. Hvort vildur þú hafa mig á mánudögum að því að ég er leiðilegastur eða því ég er skemmtilegastur og þá þarf að gera mánudaginn skemmtilegri? Eða vera í vinnunni og horfa út á gluggan og svona ógeðslegt viður og enga birtu, þá nennir enginn að heyra í Gils hérna að vera að tala um flöskudag og setja á Pitbull, þá veist. Einmitt. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö á FM 957. Lakkerón gerir þið ekki sköllóttan. Þú getur sótt úr lán með einu SMS-i. Kredía.is. Nóvember tilbúð á heilsumatseðli Ritso. Nefjur 890, kjúklingasalat 1190, heimsborgari 990. Ritso, Grensásvegi. Nýr Yaris er bíll framtíðarinnar. Hann er búinn Toyota Touch-kerfinu sem inniheldur bakkmyndavél, snertiskjá og framtíðarvænt fjarskiptakerfi sem veitir þér meðal annars aðgang að tónlistinniðinni, upplýsingar úr aksturstölvu og notkunar möguleika með farsímanniðinum. Frábær hönnun Yaris og véltækni Toyota skila fram úr skarandi eldsneytisnýtingu eða frá 3,9 lítrum á 100. 7 loftpúðar auka síðan enn frekar á öryggi ökumanns og farþega. Komdu og reynsluaktu nýjum Yaris hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota á Íslandi og upplifðu bifreið hannaða með framtíðina í huga. Toyota. Dekkjahöllin er með dekk á betra verði undir bílinn í dag. Dekkjahöllin Akureyri, Egilsstöðum og Skeifunni 5. Sími 581 3002. Útgáfahátíð geimstöðarinnar og Call of Duty Modern Warfare 3 er í fullum gangi. Nældu þér í inntak af vinsælasta skotleik allra tíma. Geimstöðin Kringlunni, Mission Completed. Forever 21 er á outfit.is. Dansvænasta plata ársins er komin út. Mesopotamia með Sigur. Komin í allar helstu plötubúðir. Er allt í steik? Ekki missa af nýja steikasalatin okkar. American Style. Þriðjudagar eru Playday bjölludagar á Café Simpson. Þegar bjallan hringir, þá er bjórinn á 1 krónu. Café Simpson. 2,2 miljardar króna. Það nú alltaf pláss fyrir hærri tölu í þessum auglýsingum. Víkingalottó. Alltaf á miðvikudögum. Hamborgarabúla Tómasar. Hamborgari. Gott í kroppinn. Hamborgarabúla Tómasar. FM 95 Blö er í boði. Vantaði lán? Það er alltaf opið hjá okkur. Kredía.is. Hér í stúdíunni situr einn sköllóttur frá Sauðárkróki og einn krullherður úr Breiðholtinu. Þetta eru Auðvitað Sveppi með ykkur hérna í FM 95 Blö.
Og eins og við sögðum án þá ætlum við að gefa spilið Fiasko og svo hér rétt og eftir ætlum við að ringja til Bandaríkjanna, við ætlum að ringja McDonalds í Bandaríkjunum, Sveppi. Já. Af því að við vorum að lesa hérna frétt, við komum betur inn á það eftir, við ringjum rétt fram í McDonalds. En fyrst hlustendur, þið ringið 511-0957 og segið mér hvaða eftir hverjum er verið að herma eftir hér. Nú erum við bara að fara að kæra á Ekolæninu við landum að tóra og spila fyrir fólkið út allt. Þannig að maður tekur með sér næstu á nýja skó og þegja skó, maður íslenska partyspilið. Já, hvaða eftir er með þetta F95 blöð, góðan daginn. Hæ. Hæ. Herri, þetta var Óskalag. Óskalag, já. Hvað Óskalag? Herri, hann hvað heitir það? Okkar leir með dansvíkuða. Okkar leir, við tökum það næsta þriðjudag, ekki máli. Takk að þið vera að hlusta. F95 blöð, góðan daginn. Góðan daginn. Herðu, veistu hvaða eftirherma þetta var til þess að vinna Fiasko-spilið? Ekki Sóli Hólm, eða? Jú, en... Hann er að herma. Já, hvern var hann að stela? Gylfa Ægis. Það er hárrétt. Þú fær bjöllu frá sveppunum. Mér á þar. Herðu, hvað heitir snillíkurinn? Einar Einarsson. Einar frændi, maður. Pabbi er frumlegur þegar hann skýrði þig, jafn frumlegur og pabbi minn. Já. Það skýrum bara sama, maður. Alltaf grót hart. Já, Einar Einarsson, herðu, hvaðan ertu að hringja? Ég er bara hérna leiðin og vinnur, ekki? Já. Hvað ertu að vinna? Ég er að smíða. Smiður maður, mér vantar smið til að koma heim og spasla og svona, eru það bara málarar? Nei, herri, talaði hann Auðun, hann á góða félaga. Já, ég er búinn að hjálpa honum nóg. Nei, þú varst þetta tvíburafélaga sem að kunna þetta. Einhver annar Auðun? Hæ? Já, það er einhver annar Auðun sem getur hjálpa honum að spasla. Nei, Átni og Steini, tvíburarnir. Já, það er þetta góði félagi mínir. Já, þeir ætti að geta hjálpað. En herðu, Einar Einarsson, þú varst að vinna spilið Fiasko. Já. Og kemur þetta hér í 365 og sækir þetta stórskemmtilega spil. Maður verður á þínu nafni. Keirðu ekki út af að gleði, Gemli? Ég er búinn að því. Já, gott. Herðu, það er leitar. Já, þetta var ekki flóknara, hann er búinn að vinna sér inn spilið Fiasko sem er eitthvað nýtt spil sem var að koma út. Já, ekki bjósta með þessu þegar hann vaknaði í morgun, sko. Þetta er íslensk spil með þessa. Já, ekki það nú vera. Hver hefði trúið? Íslensk spil sem heitir Fiasko. Einar Einarsson vann það, en það er komið að góðum vinn okkar. Þetta er Villi Naglbítur og já, þetta er eitthvað sem að Sveppi hefur ekki oft verið að segja við stelpunar. Sveppi vel, Villi Naglbítur. Anton. Já, og lagið... Láttu mig vera, Gemli. Já. En herðu, við vorum að lesa frétt hérna fyrir dag, Jóseppi, sem að, sko, ég skal bara lesa þetta á ensku. Okay. According to a new study, the middle class spends more money at McDonald's than the poor. Þannig að, þú veist, millistéttin er að eyða meiri pening á McDonald's heldur en fátækarliði. Og þetta er vist að koma óvart af því að menn vildi meina að, sko, fátækarliði myndi versla skyndibita því hann er svo ódýr, sko. Þannig að þetta er svona nýjast og við Sveppi erum að spá að hringja núna bara hérna í beinni. Já, til Bandaríkjanna og spurja hvort það ríkaliði sé að versla McDonald's, maður sjá. Er allir þessi heimsending á McDonald's? Nú ég fæ bara Zone, hvað gerir ég svo hérna, Svali? The Zone. Já, þetta er ekki að hringja. Það er bara ekki verið með, sko. Nei. Sjá, ok. Það er ekki næst að stríða okkur, þannig að Svali ætlar að berga þessu. Borðaði þú mikið af McDonald's þegar þetta var á Íslandi? Náttúrulega, þetta er ekki makka en þá, þetta metro. Jú, það er hérna borgari sem er heimsborgari sem ég vist að líkur Big Macnum, sko. Já, er þetta ekki bara allt nánast nákvæmlega eins? Já, þannig séð, sko. Já. En ég var nú í útlöndum daginn og fór sérstaka ferð á sunnudaginn síðast og fekk mér Big Mac, sko. Já, í Þýskalandi? Já. Og þá ríf ég súru gúrkurnar af og þá var það fullkominn, sko. Ok, nú er það að hringja. Hvað tekur súru gúrkurnar af? Ég er nefnilega mér súra gúrkur ekki sérstaklega góð, sko. Ok, mér finnst hún svona að gefa þessu smá touch. Já, ég hef aldrei borðað súra gúrkur á ævinni, sko. Erstu ekki að pickle fan? Nei. Ég ætla að segja hana, sem að, ef hún svarar, ætla ég að segja að þú takir alltaf gúrkurnar af. Hún? Já, mér finnst líklega þessi hvern maður að fara að svara, ég veit ekki á hverju. Yeah, I want to talk to the manager. That's me. Já, hvernig segir maður? Herðu. Just answer the phone. Alltaf sem ekki að gera það. Já, þetta er náttúrulega McDonald's í Bandaríkjunum, sko. Já, en Bandaríkjun, það er sko 9 tíma mismunur á LA og 5 í New York og við erum að hringja til New York. Þetta er ekki að heppnast eins og við vildum því að, já, ég get lofaði því að það getur í Bandaríkjunum, þá er ekki margir starfsmenn sem getur verið að eyða eða mínúti í það að vera bara að sitja við síman, það eru allir á milljón, sko. Það er þetta rétt, sko. Herðu, þetta er vesen. Við vorum með annan stað hérna. Skulum prófa að ringja hann. En Bandaríkin eru samt, þar eru fetulungandi, sko. Já, svona, þú veist, svona aðeins þingra liði. Protection and training purposes. Please stay on the line and one of our team will be with you shortly. Okay. Shortly. Hvað, er þetta á New York, eða? Nei, þetta er held í McDonald's í London. Já, mér heyrðist það svona röddinni.
hún var rosalega British. Þá þetta að tala þannig. Já. Excuse me. Ég mjög góður í svona í svona high class ensku. Svona English. Good afternoon, McDonald's Customer Services. Yeah, good afternoon. Is it McDonald's? It is. How can I help you? Yeah, my name is Uddy, and I got my friend over here, Fungus. Hello, how are you? Hi there. How can I help? Okay. We were wondering, because we're doing a study for our school, is it people that shop at McDonald's today, at your place, are they richer than they used to be? That wouldn't be anything that we have the information to provide, I'm afraid. Because I was reading here that according to a new study, the middle class spends more money at McDonald's than the poor. Is that something true? You've seen? That wouldn't be anything that we have the details with, I'm afraid. Yeah. Have you seen anybody today wearing a Gucci jacket and asking for a Big Mac? Not me personally, no. What's your Are there any homeless people now in McDonald's, your place? Or not maybe homeless people, maybe just poor people, you know? I mean, I'm sure there's a large range of people who visit McDonald's. Yeah, it's for everybody, isn't it? Yeah, it is, yeah. Yeah. Well, what's your name? Yes, Megan. Megan, have you seen anybody famous in your McDonald's place? I don't work within a store particularly. I mean, I'm sure famous people do visit the restaurant. Oh, yeah? You worked yourself up in the company? No, I haven't. I've come straight into this position. Oh, okay. You didn't start on the floor with the French fries and now you're answering phone? No, I didn't know. Ah, okay. So, can you help us with this? Do you think that people today are more middle class that shop in McDonald's than poor? I haven't got any statistics to say that, I'm afraid. Okay, Nothing that I can supply, unfortunately. What's your favorite burger in McDonald's? I don't really have one, to be honest. I like them all. You like them all? You like them all. That's a good answer for a girl who worked there. That was a very good answer because you work there and you have to say it, don't you? The manager is watching you or something. No, they're not. Just kidding. You know me, always kidding. Okay. I love McDonald's, and I always take the pickles, the gurka off. Oh, do Always you? take the green thing. Do lots of people do that in the UK? Take the gurka off, the pickle? I'm not too sure. I don't work within a restaurant. I haven't worked within one before, so I'm not too sure if people Did you used to work in the restaurant or something? No, I didn't, no. Oh, you told us. I wasn't listening then. Okay, can you do me one small favor? Yeah, sure. Can you say, what was your name again? Megan? Yes, Megan. Megan? Yeah, I oh, love you. Megan Fox. Are you a fox, Megan? Are you a tiny little fox? No. Oh, you got a nice laugh. Act like a wolf. Be a wolf for us. No, okay. I was wondering, can you say, my name is Megan, and you're listening to FM 95 Bleu? No, I can't say that, I'm afraid. Okay. Okay, can you say, my name is Megan, and I love McDonald's? Yeah, something. My name is Megan and I love McDonald's. You are tremendous. That was good, Megan. Oh. Thank you. That was brilliant. Yeah. What's your favorite team in English soccer, football? Oh, I don't support football, I'm afraid. Yeah. Oh, okay, you just like all the burgers. Okay, you give everybody over there a big kiss from Uddy and Swabby. I will do. And a very high five. Do you still have the high five in the UK? Yeah, we do. Yeah, okay, that's cool. Slap it. I just gave Fungus a slap. Because we still do it in Iceland as well. Yeah, usually high five, no low. Did you have any money in the iSave, Megan? And what, sorry? No, nothing. Let's not talk about that. No. Have a good evening. You too. Thank you. You too. Okay. McDonald's, Kentucky Fried Chicken and a Pizza Hut. You remember that? Yeah, I do. Yeah, it's a tremendous song. Tremendous song. Herðu, þakka kærlega fyrir þetta, Megan, við verðum í bandi. Heyrjumst fljótlega og bara njóttu dagsins. Ég bara heilsa fjölskyldunni og hafðu það gott. Skór.is, netverslun og FM 957 ætla að bjóða þér að skóa þig upp fyrir veturinn. Við ætlum ekki að gefa þér eitt skópar. Nei, við ætlum að gefa þér skópar fyrir hvern dag vikunar.
Farðu inn á Facebook síðu FM 957, fyndu skór.is leikinn og skráðu þig með netfangi og símanúmeri. Þeir heppni hlustendur verða síðan dregnir út og fá skópass fyrir alla daga vikunar. Sem sagt, 7 skópur, dregið út 11. og 18. nóvember í þætti Heiðars Austmanns. FM 957 og skór.is netverslun. Shell V-Power auðveldar vélinni að viðhalda endingu og afköstum í öllum bensínbílum. Shell V-Power. 16 bátum mánaðarins og kók á 790. Hlöllabátar. Deyfum ljósinn og leifum útvarpinu að spila eins og eitt staðgóðan diskósmell. Svona rétt til að liðka loftnetið. Smá diskó hefur nú ekki drepið neitt. Ennþá. Dekraðu við útvarpið þitt með rafmagninu frá okkur. Orkusalan. Við seljum rafmagn. Nóvembertilboð á heilsumatseðli Ritso. Vefjur 890, kjúklingasalat 1190, heimsborgari 990. Ritso, Grensásvegi. Útgáfahátíð geimstöðarinnar og Call of Duty Modern Warfare 3 í fullum gangi. Nældu þér í inntak af vinsælasta skotleik allra tíma. Geimstöðin Kringlunni, Mission Completed. Látt ekki slá að þér í vetur. Vorum að fá nýja sendingu af fjellrefin úlpum í mörgum litum, Geysir Skólavörðustíg 16 og Geysir Haukadal. Þriðjudagar eru Playday bjalludagar á Café Simsen. Þegar bjallan hringir, þá bjórinn á 1 krónu. Café Simsen. FM 95 blöð í boði. Þú getur sótt lán hvenær sem Kredia.is. Lakkerón gerir þið ekki sköllóttan. FM 95 blöð á FM 95. Somebody that I used to know, Gaute og Kimbra. Hver Gaute og King? Gaute, Gorge and Kimbra. Þetta eitthvað samt sko, Gaurin sem að syngja, finnst hann ekki líkur Sting í viðlaginu? Ég var bara ekki að hlusta alveg á það. Fannst þér ekki eins og Sting var að syngja? Jó, það var alveg þannig legt. Já. Það er svona eins og Roxanne. Já. Það var pínuð þannig. Hvað heitir hann? Gauti? Já, MC Gauti. Nýjasta lægans MC Gauti. Já, það er búin að Ljónharður alveg. Já, herðu, það er komið hins vegar að síðustu gjöfum okkar sveppa í dag. Það er myndin Tower Heist. Síðustu gjafinnar. Þannig svo við séum bara svona Oprah Special Giveaway Show eða eitthvað. Það er allt kolvittlust, já, síminn stoppar ekki. Þetta er bíómynd sem sagt með Ben Stiller og Eddie Murphy og fleirum. Veistu, bara eiginlega, veistu hvað er hérna? Hvað? Mest lesið er á MBL. Brjálað að gera í bónus á Selfossi. Það er mest lesta fréttina. Algjört öngþveiti hefur verið í bónus. Af hverju sem ekki að gera? Það var að opna nýja verslinu og það er 30% afsláttur öllu. Það er svona, veist, ok, ég skilja að það vera svona raftækjaverslun eitthvað, en hópast fólk bara í bónus eða opna nýja verslun? Nei, það hópast í allt, sko. Já. Fólk hópast bara ef það er, skilurðu, eitthvað nýtt. Já, bara frí pulsa og gasblæðara, sko. Já, þá bilast allt. Það verður allt villast. Herðu, en ef að gefa þessi bíómið, þetta er sem sagt, þetta er FM 957 forsynning. Nó, og er þá hækkað aðeins eða? Það er powersýning. Aðeins herra en á venjulega sýningar. 5. daginn 10. nóvember, klukkan 10:10 í Laugarásbíó. Þetta er Ben Stiller, Eddie Murphy og fleiri. Og við skulum gefa hérna 4 miða, eða sem sagt 2 og FM 957, góðan daginn. Já, góðan daginn. Hvað heitir þú? Ég heiti Bjarni. Bjarni, hvað er þetta ringja? Herri, ég vil hérna spyrja það einu. Já. Nú. Er táin ennþá brosandi? Er? Táin ennþá brosandi? Táin ennþá, já, eftir ameríska drauminn? Já. Nei, ég er búinn að labba svo mikið á henni, bæði ég og Egil, að hérna tattúið fór. Já, en hérna þá frá Óskalag ef við getum fengið. Já, þú ert greiðlega búinn að vera að hlusta mikið á þáttinn, en hvaða Óskalag viltu? Hvaða Óskalag ég var að taka, en að... Nú, ætlar að hugsa það bara með flott. Highway to Hell. Hæ? Highway to Hell. Highway to Hell. Kemur klukkan... Kemur klukkan 5:35 á gullbylgjunni. Ég tjekka það, Galli. Herðu, F9 Halló. Góðan daginn. Góðan daginn. Hvað séð það að gefa mig í bíó? Já, það er hárrétt. Hinn hafði ekki hugmyndu það. Já. Við vorum að spá að gefa það miða hérna á Tower Heist með Ben Stiller og Eddie Murphy. Hvað heitir þau? Ívar Örn. Ívar Örn. Hvað ertu gamall? Herri, ég er 20. Já, ertu búinn að hlusta á þáttinn? Já, ég er bara búinn að vera að chilla hérna að hlusta á okkur í vinnunni. Já, er þetta ekki bara var þetta gaman eða leiðilegt? Ég er búinn að meta hérna þátt mikið, sko. Já, skalanum 1-10? Herri, ég er að fara að gefa ykkur svona 9-5, sko. Nú. Já, hvað er þetta að vinna?
Herri, til sjávar og sveita hugakari. Já, ok. Hvað gera, Ég held ég kannist við hennar dreng. Til sjávar og sveita? Já. Hvað gera það fyrir þig? Þetta hérna kjöt og fiskbúð, sko. Jói hérna, Simma Jóa, hann mikið af verslaðinu. Já, Jói býr hérna í enda þar með Kópavogs, þannig einhverstað frá. Já, reglulega að kaupa sér tíbón maður. Já, hann svona tíbóngæi, sko. Já, hann heldur þið, þeir Simma og Jói, það vantar ekki Monsan þar hjá félagunum, það bara tíbón og þriðuti. Já, nákvæmlega. En herðu, Ívar, þú átt 2 miða hérna upp í 365 og kemur að peka á. Við skulum gefa 2 miða í viðbót. Takk fyrir þetta, Sjómli. F95 blöð. Hæ. Hæ. Hæ, miða. Hvað heitirðu? Anna Margrét. Anna Margrét, já, hvað ertu komin? Ég er 16. Já, í hvaða skóla ertu? MS. MS. Ég elska MS. Ég líka. Ég var reyndar alltaf í FB, en vinur minn, hann fór í MS. Já, það er mjög gaman í MS. Já, Anna Margrét, er ekki einhverju þemadagar alltaf eitthvað svona? Jú, það er 85 vikan núna. 85 vikan, maður. Ok, það er bara svitabönd og blásið hár. Já. Já, ég sé bara glotti á Svala hérna, sko. Já, Svala er til í þetta, maður. Hann getur lánaði fullt af fötum, þú vilt. Þetta er tímabilið hans. Jæja, Anna Margrét, þú átt 2 miða hérna upp í 365. Við sjáumst í bíó í Laugarásbíó klukkan 10:10 á 15 kemur. Herru, glæsilegt, þá er þessari vakt okkar Sveppa lokið að þessu sinni. Það er búið að sannur heiður að vera þetta með þér, Sveppi minn. Já, sömuleiðis, elsku drengurinn minn. Og við sjáumst bara aftur næsta þriðjudag, grjótharðir. Og ég vil ekki enda þetta bara með smá stæl. Ég er til. 957 Morgun þátturinn Magasín á FM 957. Fréttir, slúður, góðir gestir og skemmtilegar umræður alla virka mótna. Það er ekki sér. Þetta er svo mikið bull. Þetta er svo mikið bull. Brynjar Már, Erna Hrönn og Þórhallur. Magasín. Alla virka mótna frá 7 til 10. Viltu vinna ferð fyrir 2 á enska boltan? Kauptu kókosmjúkis frá Kjörís eða Monster orkudrykki 1011. 1011, alltaf opið. Mörg þúsund vörur frá Forever 21 á frábæru verði. Outfit.is. Nóvember tilbúð á heilsumatseðli Ritso. Nefjur 890, kjúklingasalat 1190, heimsborgari 990. Ritso, Grensásvegi. 11 tegundir af ís úr vél. Ísbúðin, Háletisbraut. Bátur mánaðarins á Nonnabita. Pepperoni bátur og gos á aðeins 1090 krónur. Nonnabiti Hafnastræti og Bæjarlind Kópavogi. Ný plata frá Pollapunk komin út. Aðeins meira Pollapunk er plata sem bæði börn og fullorðnir hafa gaman af. Nælduður í inntak í næstu verslun. Árið er 1991. Korttímandinn snýr aftur í bíó. Þetta er nýtt og mikið að nýju efni á FM 957 þessa dagana. Þetta eru þeir félaga Jay-Z og Kanye West, Why I Love You, og þeir hafa nú haldið vinskap í mörg ár, unnið mikið saman, náið saman, komið hinum á þessum artistum saman fram á sjónvarpssviði. Og meira til eitt er að verða faðir, Jay-Z, hann að eigna sinn frumburð ásamt eiginkonu sinni Beyoncé Knowles. Verður gaman að fylgjast með þeim fréttum. Það verður nú eitthvað bandni sem á eftir að verða heppi sem að kemur þar út. Það held að það sé alveg á kristalltæru. En við viljum að vera saman til klukkan 9 kvöld, Rikki og þú. Við verðum með bíómiða og gammyndina Tower Heist með þeim Ben Stiller og Eddie Murphy, mynd sem verður sýnd á miðvikudaginn, nei, fimmtudaginn kemur allt saman í Laugarásbíó. Við viljum að detti í örlitla kvikmyndagetrun tengd leikurum þessara myndar sem við ætlum að sjá á fimmtudaginn. Þarf að vera með puttan á púlsinum og fylgjast vel með hérna rétt fyrir klukkan 7. En við ætlum eins og vera að byrja þennan frábæra dag á einna minni uppáhaldsljónsett. Byrja að hlusta á þess að stráka. Held að það hefur bara verið í 10. bekk sömu þá. Var það ekki 2001. Byrjuðu náttúrulega 1996 en sólinn byrjaði að skína hjá þeim. Það verið 99 þegar fyrsta platan kom út. Þetta eru Coldplay, Paradise. Chris Martin er mitt giftur Gwyneth Paltrow sem hefur nú ekki komið fram í Glee þáttunum og hún elskar að syngja. Já, það er alveg okkur þess að þeirri.